Kæru áhorfendur, vonandi áttu þið jafn frábæra helgi og ég. Ég búinn að fara á útsölur og ég keypti rjúpnaskot og splæsti á krakkana í bíó. Það pappahelgi sjáðu til og nú á ég ekki krónu. Sem betur fer því nú ráð að eyða öllu sem maður á. Það að koma óðaverðbólga, segja útlendingar og ég trúi þeim. Hvað það? Ég hef verið að hugsa það í vikunni hvað við Íslendingar erum gott fólk. Við erum æðisleg, frábær og svo góð. Eiginlega betri en allar þær þjóðir sem við elskum að miða okkur við. Og hvað það sem gerir okkur svona góð? Við fyrirgefum. Við fyrirgefum hverjum sem er, hvað sem er. Við fyrirgefum jafnvel fólki sem er svo forhert að það biðst ekki einu sinni afsökunar. Þannig erum við Íslendingar. Við erum svo góð. Á Íslandi þarf engan forseta til að veita fólki uppreist æru. Nei, við gerum það sjálf. Við trúum í algerri blindni á það góða í manninum. Að því leytinu til erum við eins og Jesú Kristur. Veljum að rétta fram hina kinnina. Við erum gott fólk, kæru Íslendingar, og kristinn. Við vorum ekki einu sinni leiðileg við Björgólf Guðmundsson þótt hann hafi sett hafskip á hausinn. Við sárvorkenndum honum og fyrirgáfum honum þótt hann kenndi öllum öðrum en sjálfum sér um. Við gáfum honum heilan banka, Landsbanka Íslands, og Bubbi Mortens strax búinn að fyrirgefa honum fyrir okkar hönd fyrir að setja bankan líka á hausinn. Af því að hann svo góður, hann Bubbi, alveg yndislegur. Hann samt ekkert betri en við hinn. Bara jafn góður og þegar við fyrirgáfum Árna Jónsson fyrir að stela frá okkur og þiggja mútur. Við sárvorkenndum honum og komum honum á þing þótt hann sæi ekki eftir neinu. Við Íslendingar trúum á það góða í manninum. Að Geir og Ingibjörg og Björgvin G séu bara að gera sitt besta. Og þótt þau biðjist ekki afsökunar á að setja Ísland á hausinn, þá fyrirgefum við þeim. Við erum gott fólk Íslendingar, almennilega manneskjur. Við höfum góða kristna siði. Ég á að vísu nokkra vini sem eru ekkert svo góðir. Þeir hafa meira segja mætt á mótmálafundi og stunda það sem hefur verið kallað einelti í garð Davíðs Oddssonar. Og einn þeirra sagði við mig að nú ætti þjóðin að lesa háamál og nota lögmál heiðninnar til að taka á vanhæfum stjórnvöldum og fjárglæframönnum. Annar sagðist feginn að saksóknari hefði ákveðið að taka upp hafskipsmálið. Hann að vonast til að Bjöggi gamli fái lengri dóm í þetta sinn. Ég held ekki. Ég held að við Íslendingar munum halda áfram að fyrirgefa. Guð blessi Ísland.